og væmin. Aftur. Á næstu vikun munu randi skemmtið ykkur. Hvað ertu með langa filmu, segirðu? Ég við hættu, svo við áhyggjum þetta séu nælonbuxur, það verður kalt. Ok. Við erum velkomin á Vesturland. Já, ég reynir bara aftur í næstu viku. Fall jú farar heill. En í kvöld ætlum við að kíkja á bændamarkað í Borgarnesi, við smökkum hafmeyðahár í Hvalfirði og eignumst síðan smávinni í Stykkishólmi. En fyrst skulum við skella okkur að iðrum jarðar. Snæfellsjökull þjóðgarður á sér marga leyndardóma, suma svo vel geymda að þeir eru undir yfirborði jarðar. Í suðurhlíðum Purpulahrauns hellaþyrping. Fyrstur vatnshellir sem áður var notaður til brynningar í þurrkatíð, ráku þá bændur og malari við kýr sínar upp eftir að hellinum og þannig fékk hann nafn sitt. Næst það Bárðarstofa, hvar Bárður nokkur Snæfellsás talinn koma reglulega til fundarhalda og fögnuð ásamt fleiri tröllum. Þá liggur þar einnig vættargangur og loks hellirinn Iður og saman ganga þessir hellar undir heitinu Undirheimar. Meðaloftað um 10 metrar og samanlög lengd þeirra um 200 metrar. En það má ekki minna vera þegar að bjóða á vinum sínum tröllunum yfir. Bárðarstofa, Bárður's Cave, Bárður's Living Room, also called. It's named after the big troll, Bárður Snæfellsás, the half man, half troll. He used to live here in the glacier above us. The story behind this cave, he used to come down here with his troll friends, troll mates, had lots of meetings down here. After those meetings, crazy parties. Yeah. Það voru sjálfboðaliðar sem tóku þátt í þessu verkefni 2010 að laga hann til, eða ekki þannig að hann yrði tilbúinn fyrir svona ferðir? Jú, sko þetta byrjaði 2009, þá þessi ákvörðun tekin að loka hellinum út að vernda sjónarmið og jafnframt að opna hann þá og gera hann aðgengilegan, þannig að það sé eftir að nota hann helli til þess að sýna hvernig á gangum hellana. Og það voru sjálfboðaliðar hérna að mestu leyti úr Snæfellsbæ og ásamt góðu fólki víða annars staðar að sem að unnu hér öllum stundum, alveg gríðarlega mikla vinnu og mikið verk. Og lengi við sá ekki fyrir endan á því. Það meðal annars var mokað upp hérna 80 tonnum af mold, bara handmokað. Hvernig í ósköpunum gengur það fyrir sig? Erum við að tala bara fötur og svo bara látið ganga eins og póstauglýsingin góða eða? Nei. Við vorum með fisk í kar og vorum með græjur til þess að hífa það upp og svo bara moka í karið og hérna híft upp og fara með. Vísindaskáldsaga franska rithöfundarins Jules Verne, Journey to the Center of the Earth, sem samin var 1864, segir frá hópi vísindamanna sem ferðuðust gegnum jörðina frá Snæfellsnesi til Stromboli á Ítalíu. Ferð í vatnshelli gefur manni tilfinningu fyrir því ferðalagi og kannski þetta einmitt upphaf leiðarinnar. Við erum að fara svona cirka 35 metra niður frá efsta það sem við byrjum að fara niður í hellin og samt við svona að minnst 30 metra yfir sjávarmáli. Þannig að við erum svona nokkurn veginn hérna mitt á milli. En þetta náttúrulega bara leiðin til Stromboli, þetta fyrstu skrefin, sem sagt áleiðis að iðrum jarðar og það eru, ég man nú ekki alveg hvað það langt, 5.397 kilometra eitthvað svo leiðis. Styðsta leið sem þetta hér í gegn og til Stromboli. Þetta svo leið sem hægt að fara? Það náttúrulega enginn farið, svo við vitum þessa leið ennþá, en menn eru alltaf að leggja á stað hverjum degi. Og það hefur ekkert dregið úr ykkur kjarkin að hafa virka eldstöð hérna ofan á ykkur Snæfellsjökulinn? Nei, það gerir það ekki. Hann náttúrulega kannski óútreiknanlegur þannig, en við búumst við því að hann ef eitthvað gerist í Snæfellsjökli þá verði það með góðum fyrirvara. This way. Right, we come a little bit closer and hear this right here. We come a little bit closer. Or maybe you don't want to come closer. Well, it trembles the floor here, shakes the floor. That tells us we have a hollow, empty space here beneath us. Definitely another cave.
It doesn't have to be big, but big enough that we have on Harlow Spaceship. Done this 1,000 times. Don't think it'll break now on this tour. Maybe the 3 o'clock tour today, maybe next week, next year. Maybe this is the place where Bárður and his troll friends are hanging out. Probably very pissed off, very angry, always just waking them up here, stomping on their heads. But like I said, don't think it will break now on this tour. But if we stand here for too long, it will. So yeah, let's get out. Right. Okay. Það ekki venjulegt starf að vera leiðsögumaður í helli. Nei, þetta þróast nú bara svona. Ég var hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg hérna á Guðuskálum. Ég var í þessu rústabjörgun á því og var skríðandi í alls konar rústum og dóti og svo hef ég þennan áhuga á jarðfræði. Ég var að vinna á borónum hérna í gamla daga og þannig að ég hef svona áhuga fyrir þessu, áhuga fyrir eldvirkninni og þessu lifanda landi sem við búum í og mér finnst það svo stórkostlegt og æðislegt og svo líka þegar ég flutti hérna vestur þá ég var búinn að vera svolítið upp á fjöllum og svo kom ég á svona frekar vindasaman stað eins og hérna á Snæfellsnesinu. Mér finnst bara gott að fara í logni hérna undir og ég á fína stundir hérna niðri. Það ekki hægt að vera með betri leiðsögumann heldur en rústabjörgunarmann? Nei, við erum nú komin úr þessu umhverfi. Við erum með öryggi hérna alveg númer 1, 2 og 3 og við erum rosalega heppin og höfum sloppið alveg við allt sem heitir slys og við erum með mjög góðan viðbúnað ef eitthvað gerist hjá okkur og kunnáttu og allt sem þarf. Við erum á þínum uppáhaldsstað, sagðurðu mér. Geturðu útlistað honum frekar fyrir mér? Já, þetta svona, við skulum segja einn af mínum uppáhaldsstöðum. Hraunið hérna á bak við okkur svolítið sérstakt því að hérna hefur gas komið með hrauninu og myndað svona eins og bólur í hrauninu. Það svona eins og hafi, hvað ég segja, blásið svona út í eins og ber eða eitthvað svoleiðis. Mjög sérstakt. Svo myndist á súkkulaði hérna áðan, það seldi mér þetta alveg. Já, svo kemur súkkulaði hérna í restina, síðasta hraunlagi sem rennur og við köllum þetta súkkulaðilagið því það er svona fallega brúnt. Eitthvað var minnst á það að Bárður Snæfellsás hafi haldið til hér, haldið jafnvel partí og svona, heldur þetta sé eitthvað leifar frá honum? Já, það getur vel verið. Ég er nú ekki viss um það. Bárðarstofa er hérna efsti hlutinn og þar er talað um að hann komi á og til og haldi fundi með hinum tröllunum, álfunum og goðunum og hérna komið svona einu svona öld eða cirka það. Veistu hvenær hann hélt síðasta partí? Það er ekkert mjög langt síðan. Nei, ég hefði það nú eftir Árna B. Stefánsssyni sem var nú svona hvatamaður að byrja með þetta hérna að gera hellinn svona aðgengilega fólki og vendan og hann er í einhverju sambandi við þá þarna og ég hef þetta eftir honum. En hann sagði mér það líka að tröllin hefðu komið hérna saman og ákveðið það að leyfa okkur mannfólkinu að koma aftur í hellinn ef við hættum að skemma og eyðileggja og það er náttúrulega á ekkert bara við þennan helli heldur alla hella á Íslandi því að margir af þessum aðgengilegu hellum á Íslandi hafa verið skemmdir fyrst og fremst af fólki. Það er ekkert sem skemmir hellana nema fólk því miður. Á Brúartorgi í Borgarnesi reka 13 kjarnakonur sveitamarkaðin Ljómalind sem opin er allt árið. Þar má finna upprunamerktar og staðbundnar vörur í bland við margt annað. Vöruúrvalið er breytilegt eftir árstíðum. Við hittum á þar Agnesi og Hönnu, framleiðendur og stofnendur sem sögðu okkur aðeins frá búðinni. Ljómalind, hvaðan er þetta nafn komið? Þetta minnir mér nú alltaf á kýr. Þetta er vantarlega ekki kýr, eða? Já, þetta gæti alveg verið kýr, en gæti líka verið eitthvað ljómandi uppspretta. Og það er hvönn sem er í logoðun ykkar. Fyrir hvað stendur það? Er það víðari túlkun í því? Það er svona sammenningamáttur, svo sem teiknaði logoið, hún heitir Heiður Hörn og er hérna grafískur hönnuður í Borgarnesi. Og hún hugsaði þetta sem svona þessar konur, þetta væri svona uppspretta og allir þessi litlu knúpar á könninni að það stæði fyrir hverja konu og svona hvernig þær blómstruðu. Hvernig er verkaskiptingin hérna á bænum? Við erum með starfsmann hérna í fullu starfi sem sér verslunina og allt þar á bakvið. Þetta er náttúrulega alls konar starf, markaðssetning og annað. Og síðan hjálpum við sem erum hluthafar í Ljómalind.
En við erum með reyndar hérna mikið að vera í umbóðssölu, þannig að það eru miklu fleiri heldur en við 13 sem hérna koma að þessu. Það eru örugglega hátt í 50 aðilar sem eru að selja vörur sínar hér. Það er gríðarlegt úrval hérna, bæði af mat og handverki. Og hverjir eru helst að koma? Íslenskir sumarbústaðaeigendur eru háprósenta. Svo eru þessir ferðamenn sem eru á einkabílunum, mjög líka góðir viðskiptavinir. Og svo vonum við að borgnesingar koma nú alveg líka. Þetta kemur allt hérna að Vesturlandi, alveg frá Akranesi, vestur í Dali, út á Snæfellsnes, Borgarfirði, Mýrarnar og eins og segi, við erum hérna frá Rjónbrúni og Erpsstöðum, við erum með ís og skyr og það eru hérna glervörur frá Akranesi og það og svo sem við erum grænmeti hérna úr Borgarfirði. Ef ég maður rétt að þá voru hérna melónur síðasta sumar. Eru ræktaðar melónur á Íslandi? Já. Á Vesturlandi? Já, bara hérna í jaðri í Bæjarsveit. Það er hún Stella Dögg, þar ræktar hún melónur og er með hérna salat og gúrkur og tómata og rosalega góð melóna. Alveg mjög góð. Já, ég var þess heiður á smakkana. Það var svolítið gaman að borða íslenska melónu. Það er alveg nýtt. Er von á ykkur svona sérstöku næsta sumar eða núna í vor? Hún ætlar að rækta stefíu og selja hana held ferska frekar heldur en þurrkaða. Það finnst mér mjög spennandi. Og því beið hann bana síðan, fyrir buðlungsvélar stríðar, síðan gráta hringar hlíðar og holtum borgar fjöld. Og holtum borgar fjöld, og holtum borgar fjöld, síðan gráta hringar hlíðar og holtum borgar fjöld. Hvernig er reksturinn á búðinni? Við erum með hérna starfsmann hérna í vinnu og allar tekjur sem eru aukalega þá fara þær í bara byggja upp innviðið og reksturinn og þetta er svona rekið sem non-profit starfsemi. Þetta er ekki svona gróðra sjónamiðað. Þannig að við erum til dæmis með hérna, hefur verið í samstarfi í Fjölliðina. Nei, það heitir Aldan í dag. Þau hafa verið hérna með vörur til dæmis í sölu hjá okkur og við tökum enga söluþóknun af þeirra vörum því við viljum gefa aftur til samfélagsins. Lopapeysurnar sem eru hérna, þeir eru margar og allar dásamlega fallegar. Hverjir eru að prjóna? Þetta eru bara hópur af konum sem skammar að prjóna allar þessar fínu peysur og þetta er náttúrulega allt handprjóna bara hér á konum á svæðinu og það er hérna, eru allar einstakar af því að það er ekkit sama peysan í small, medium, large. Þannig ef að þú finnur einhverja peysu í medium sem hérna þér líst vel á en hún er kannski óstór eða eitthvað, þá er ekkert víst að hún sé til í small. Þannig að þú ert alltaf að fá alveg einstaka vöru. Og má ekki segja að þessi líka í matarhandverkinu, er ekki eitthvað vörur hér sem eru bara til sölu hérna? Jú, það er bara mjög marga vörur nefnilega sem eru bara til sölu hér. Eins og til dæmis allt sem Agnes gerir. Já. Þú selur bara í þinni búð, það er ekkert öðruvísi. Já, ég sel bara í minni búð. Ég hef ekki undan að framleiða eins og er í dag, vegna ég er bara kúabóndi og fjarabarnamóðir. Þannig að betra að hafa undan hér heldur en að reyna að gera eitthvað stað annars staðar illa. Súkkulaði, sítrónusulta, egg, ærfileg, ostur, ólitað lopi, tré og tónlist. Þetta er bara brot af því sem bændamarkaðurinn býður upp á. Vörurnar eru fjölbreytilegar en það er aldur framleiðanda frá 19 til 99 ára. Ef viðskiptavinur kemur hingað inn, þá get ég sagt honum líka við, þetta er amma, vina minn sem var með mér í bekk í þessum hérna og hún er þetta gömul, 67 ára eða 89 eða. Það er rosa gaman og þeim viðskiptavinum finnst það rosalega upplifun að ég geti sagt nákvæmlega bara, hver er sem bjóð til þetta. Að þú getur líka átt að hitta framleiðandann. Ef við til dæmis erum að vinna hérna stundum, að þá getur Agnes, þá getur hún sagt alveg bara að hún hafi búið þetta til og þetta er gert svona og það er því að fólk er ofta að spyrja og spjallar og það finnst fólk líka gaman. Finnst það mjög skemmtilegt.
Það er ekkert eins notalegt eins og að sækja sér næringuna út í náttúruna. Við erum stödd á Bjarteyjarsandi hérna í Hvalfirði og ætlum að kíkja í kræklingafjöru. Í norðanverðum Hvalfirði er bærinn Bjarteyjarsandur. Þar sem rekið er sauðfjárbú, ferðaþjónusta, já og ýmiss konar fræðslustarf. Eitt af því sem boðið upp á er kræklingafjara, eins konar sambland af fræðslu og kræsingum. Við erum stödd í þessari paradís hérna niður í fjöru. Ert þú hérna alla daga? Já, meir og minna. Það er náttúrulega svona árstíðabundið hversu mikið erum að vera hér. Eftir því sem að sólinn hækkar á lofti, því meira erum að vera. Já, má tína krækling allan ásins hring, eða hvernig gengur þetta fyrir? Það er svona þumalputtareglan er að í mánuðum sem er ekki RÍ, að þá tínum við ekki. En það er kannski ekki alveg hægt að treysta það, en það er svona það bil, svona yfir vetrartíman og á vorin helst. Eru þið með leiðsögu mann í ferðum að sýna þeim hvernig á að standa því að tína? Já, hér náttúrulega kemur alveg fullt af ferðafólki sem aldrei hefur fengið að upplifa þetta í rauninni og þá förum við með og sýnum þeim handbröðin og hvað má tína í rauninni og hvernig við gerum þetta. Þannig að við viljum líka auðvitað passa upp á það að við göngum ekki á hér auðlindin okkar og förum vel með. Og svo þetta er þetta fjölskyldusport, krakkarnir brjálæðir í að koma hér og tína og borða. En þið borðið þið kræklinga? Já. Hvernig gengur að tína þá? Bara vel. Komið alveg auga á það og niður í fjöru, er ekkert erfitt að slíta það af beðinu? Nei. Þú talar áðan að fara sem næst vatninu. Já, best að fara náttúrulega þar sem hann er búinn að vera sem styðst upp úr sjónum í rauninni, þá er hann ferskastur. Og svo auðvitað brýnum við fyrir öllum að við tínum bara akkurat þar sem við ætlum að borða, hvorki meira en ég minna. Ég var að smakka eitthvað góðgæti hjá þér áðan, beint úr fjörunni. Hér er auðvitað alveg gósenland af alls konar góðgæti. Hér finnum við söl og við finnum marínkjarna, við erum með purpurahimnur og alls konar og nánast allt hér sem við stöndum vona og er meira og minna hægt að borða. Eða nýta sér í matreiðslu á einhvern hátt. Bjóðið upp á að eldan líka? Já, við gerum það. Við förum hérna með fólkinu og lefum því að tína og svo förum við og kennum þeim að hreinsa kræklinginn og sjóðum hann og borðum saman. Já, ekki grunaði með að hafmeyjar og purpurahimnur væru svona bragðgott snakk, svona beint úr sjónum. En það er ekki ólíklegt að ég eftir að finna mig í fjöru í framtíðinni. Auðvitað á beit. Það er lítil ferðaþjónusta, við bjóðum á gistingu og síðan erum við með þennan sal hérna í gömlu hlöðunni. Þar getum við tekið á móti gestum, alltaf 50-60 manns í mat með votta eldhús og þannig byggjum svolítið á þessu. Við erum fyrst og fremst sauðfjárbú með 600 kindur, búum á þessum dásamlega stað með fjöruna og þannig að öll okkur svona þjónusta ferðamenn snýst bara svolítið í grunninn það. Og sagði 600 kindur, mér finnst þú skilja hérna gæsina út undan, er ekki 600 kindur og eina gæs? Getur hver sem er farið í fjöru og notið? Já, svo framalega sem hefur bara haft samband við okkur. Við reynum 2 ári að hafa opinn dag þar sem við bjóðum fólki að koma með okkur í fjöruna, auglýsum þá viðburð og kennum fólki að tína, kennum fólki hvernig að umgangast fjöruna, deilum uppskriftum og höfum þetta svona fræðslutengdar ferðir. Þannig að þá geta allir sem vilja komið þessa 2 daga á ári. Ef það hentar ekki fólki, þá er bara hægt að hafa samband. En það er kannski bara líka ágætt að hafa í huga á svona svæðum eins og hér, þá er strandlengjan friðlýst stóran part af voru fram á sumar, bara út að æðavarpi. Þannig að umgengni er ekki alveg frjáls. Hvaðan kemur þessu uppskrift? Ég hef bara ekki smakkað betri mat, aldrei. Sko hráefnið er náttúrulega frábært. Þú færð ekki ferskar hráefni. Þau voru í fjörunni, tíndu hann bara beint þaðan, hann fer beint í pottin og það þarf voða lítið. Það þarf ekki að setja neitt. Okkur finnst gott aðeins að setja pínu hvítlauk og hvítvín og blaðlauk og gulrætur, en það þarf samt ekkert. Einfalt er oft best. I've never tasted mussels so good before in my life. Never. But have you picked them up before yourself? No. It's my first time. Hvað segirðu kræklingatínari? Þú kemur allir úr Hafnarfirði að tína krækling. Ég sá varst hreinsa og svona, er þetta daglegt brauð? Nei, þetta er ekki daglegt brauð, þetta er bara alveg rosalega gaman. Já.
Við höfum gert þetta áður hérna í Hvalfirðinum og aðstæðan hérna í Bjartaðarsandi er náttúrulega alveg stórkostleg. Starfsfólki meira þáttar og fara með okkur niður í fjöru og tína og hreinsa þetta svo og elda þetta. Þetta er náttúrulega bara þvílík upplifun bara. Dásamlegt að sameina, þið þurfum auðvitað að borða á leiðinni og þá er dásamlegt að gera það í upplifunarstíl. Já, það er stór hluti af þessu, það er að tína þetta sjálfur og gera eitthvað út úr þessu eins og við gert hérna. Smakkaður allt sem var á boðstofnum, líka sölina og allt saman. Já, ég borða allt nema perur. Þú ert líka að bjóða upp á kjötsúpur og meiri mat fyrir fólk á hópa. Notið þið úr fjörinu svolítið með í það? Já, við erum aðeins að byrja því. Það er ekki nema 2 ár síðan að við fórum svona að þróa það. Að nota þang og þara sem krydd með kjöti. Og það gefur bara rosalega góða raun og skemmtilegt að blanda þessu saman. Og mann datt ekkert í hug fyrir bara nýlega sko, að gera það með þeim hætti. En það er svo náttúrulegt saltbragð til dæmis í þanginu. Og gefur bara kjöturinn mjög gott bragð. Lára Gunnarsdóttir fullyrðir að hún hafi ávallt verið stillt barn en hefur engu að síður náð góðum tökum á að tálka í tré. Verkin kallar hún smávinni. En hvernig verður maður atvinnumaður í tréskurði? Ég lærði í Myndlista- og handíðaskóla Íslands grafík á sínum tíma og útskrifaðist þar sem grafíker og vann við það í nokkur ár og hafði þá bara þennan titil grafíker eða listakona eða hvað sem er. Svo flutti ég í Hólminn og fyrir algjöra tilviljun var mér falið að hanna minjagrip fyrir félagsskap hérna í bænum. Og félagsskapurinn heitir Embla. Ég hafði reyndar verið að vinna svolítið verk upp úr norrænni goðafræði, þannig að ég var vel kunnuð því hvaðan Embla var upprunnin og hún var náttúrulega búin til úr tré. Þannig að ég tálkaði litla kellingu úr tré, bara með mínum grafíkjárnum sem ég átti til. Og eiginlega bara í kjölfarið bara festist ég í þessu að fara að tálka. Ég hafði mikið verið að vinna við að gera myndir tréristur sem að þrykkir á pappír, sem þetta partur af grafíkinni. Og tréristuna voru alltaf þannig að maður risti mynd í tré og bara á prentsvertu og þrykti. En tréð var alltaf miklu fallegra heldur en pappírsmyndin sem kom út úr því. Þannig í rauninni fór ég upp frá því líka að tálka myndir tvíviðan flöt í tré sem ég málaði síðan, þú veist, húsamyndir hérna úr Stykkishólmi og ýmislegt. Og ég einhvern veginn bara festist þessu, grafíkin bara hvarf út úr lífi mínu og þetta tók við. Já, þannig að þetta verður ekki verið það að þú hefur verið lokuð inn í smíðaherbergi eins og hann Emil vinnur okkar í Kattholti á árum áður með spýtur og vasenhníf. Það var aldrei óþekkt barn, nei, það kom ekki frá því. Du käre lille snickerbo, här kommer jag igen. Nu är det bråttom, kan du tro, nu är det klippt igen. Snickerboa, hopp faller av, snickerboa, hopp faller ej är bra att ha. Hopp faller av för stackars mig, hopp faller ej. Þú ert núna að vinna með svolítið náttúruna, þú ert að gera hérna hesta og fugla og er eitthvað fyrirmyndir þar? Ég man ekki að hverju ég byrjaði að gera hestana, en ég er búin að gera það mjög lengi. Og ég reyndar allir þessi hlutir sem ég geri er ekki beinar eftirlíkingar af fugli eða af hesti, af því að þegar maður horfir að hest út í haga, þá lítur hann alls ekkert svona út. Ég er að gera svolítið einfaldari útgáfur af, þó allir þekkja þetta sé hestar, en þá er ég ekki að herma eftir smáatriðum. Og það var eins með fuglana, ég var mjög lengi að því að fólk spyr gjarnan hvert ég lengi að gera eitt fugl. Það tók mig mörg ár að reyna að búa til minn eigin fugl.
en ekki fugla eins og einhverjar aðri voru að tálka. Og þannig að sko hönnunarferlið það kraumar bara ótrúlega lengi. Ég sé að þú ert ennþá með 10 fingur og svona, en slys hljóta að vera tíð í þessari atvinnugrein. Ég er búin að fara í aðgerð inn á fingri, að því ég sagaði í sundur, eða tálkaði í sundur sínar í, og ýmsar skeinur hef ég fengið, en það gerist sjaldnar. Heita þeir eitthvað hjá þér, fuglarnir? Þeir heita bara smáfuglar. Sko, í rauninni fljótlega eftir ég byrjaði að vinna við handverki, þá ákvað ég að kalla hlutina sem ég er að gera smávini. Þannig að það er ekki, þú veist, já, það er eiginlega svona samheitið yfir þessar hluti sem ég gera. Það eru smávinir, sem er vísun í Smávinir fagrir foldarskart. Þetta er Jónas Hallgrímsson, því að þetta er nú í rauninni unnið úr foldarskarti, þannig lagað. Þó að hann sé kannski meira að vísa í blóm og náttúruna, þannig lagað. Ég vinn eingöngu í íslenskan við, sem er svona 95% íslenskt birki, aðeins íslenskt lerki. Og ég fæ það frá skógræktinni. Við kveðjum hérna frá Stykkishólmi í kvöld og hlökkum til að sjá ykkur í næstu viku.